Velkomin að Rauða borðinu aftur, ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir, það Davíð Arnar Stefánsson og Björg Helga Geirsdóttir. Davíð nú sjálfbærni sérfræðingur og Björg leikskólakennari í Garðabæ, leikskólastjóri, en ég kallaði á ykkur hingað í dag sem íbúa í Hafnarfirði og langaði til að heyra ykkar sjónarhorn á þetta sem sumir tala sem Carbfix klúðrið, aðrir tala þetta sem bara Carbfix eitthvað ævintýrið. Þannig að svona þið eruð í hópi, það ekki margra íbúa í Hafnarfirði sem hafa eiginlega mótmælt þessum áformum. Getið sagt mér svona helst af hverju? Hvernig snýr þetta við ykkur fyrst kannski sem, ef þú talar sem íbúi? Já, kannski að því þú segir klúðrið, þá kannski klúðrið í sjálfu sér fyrst og fremst falið í því að samráð og kynning á verkefninu hefur algjörlega mistekist. Allavega þannig að fyrirtækinu og bæjarvöldum hefur ekki tekist að sannfæra íbúa mikilvægi og ágæti verkefnisins og að það sé ekkert óttast við það. Þannig að í því kannski klúðrið falið. Mótmæli, já, það hafa orðið býsna kröftu mótmæli í Hafnarfirði sem væntanlega ekki farið fram í þeim sem fylgjast með fjölmiðlum. Og það mjög mikilvægt í því samhengi að átta sig á því að fólk mótmælir af mörgum ástæðum. Það ekki eitthvað eitt sem verið að mótmæla. Eitt þó kannski það sem að síst mótmælt, það Carbfix tækninni sjálfri. Það ekki í Hafnarfirði verið á nokkurn hátt að efast hana og það vísindafólk sem hefur að henni staðið. Heldur hvernig verkefni hefur verið kynnt, eins og ég sagði, og svo þau áhrif sem það kemur til með að hafa. Og ef við kannski horfum á það til dæmis bara út frá stoðum sjálfbærni, að þá snertir það allar þrjár stoðurnar, það snertir umhverfið og það snertir efnahag sveitafélagsins og það snertir samfélagið. Og ef verkefni ekki ósjálfbært á öllum sviðum, þá það allavega ósjálfbært á því sviði að það hefur ekki tekist að ná einhvers konar samfélagssáttmála í Hafnarfirði verkefnið. En líka tæknilega það ekki, þú segir að það sé kannski ekki endilega ágreiningur, eða svo mikill ágreiningur allavega sjálfa tækniliðina, en það samt eins og framkvæmdin, tæknileg framkvæmd þó, sem umdeild meðal svona þeirra sem vita á, hefur maður heyrt þar að segja að þetta sé of mikið á einum stað og staðsetningin og þetta sé svona einhvern veginn, þannig að það sé kannski valla hægt að taka sjálfa tæknina svona út fyrir sviga eða einblínu hana sér eða hvað? Ég held í upphafi þegar það var verið að byrja að tala þetta og var kannski verið að kynna fyrir bæjarbúum og kjörnum fulltrúum í Hafnarfirði, þá var svolítið verið að vinna eins með þessa aðferð í Hellisheiðarvirkjun. Það sem verið að taka þá mengun og setja hana niður á staðnum. Og einhvern veginn fannst manni það á fyrsta fundinu sem við sátum, bara vor 2023, þá að vera að tala þetta og þú veist að taka mengunina frá álverinu í Straumsvík. Já, þetta ekki bara, það var alltaf mál manna að þetta væri stórkostleg tækni og bara fekk einhver verðlaun nýsköpunar og svo var, og styrk frá Evrópusambandinu og svo að tala að flytja inn líka ykkur mengun á skipum sem rafmagnsskipum, það var farið í svona blekkingu og svo byrjar alltaf að koma betur og betur í ljós hver raunverulegu tilgangurinn var og eitthvað risastórt og mikið, en eins og með íbúa við vorum að koma með athugasemdir, það var búin til Facebook mótmæla síða og þar erum við að koma með athugasemdir, senda á Carbfix athugasemdir og þá viðbrögð hjá þeim svona, já nei þið skiljið þetta ekki, lesið þetta bara aftur og lesið þetta betur og þú veist, hann hafa líka verið að gera ótrúlega lítið úr okkar áhyggjum
bæði af þessari niðurdælingu, þessum innflutningi og þessari risastóru stórskipahöfn sem að var í kortunum að byggja og Þannig að það var líka einhvern veginn allt í einu átt að koma risastór höfn en mikill gróði fyrir Hafnfirðinga að fá höfnina en samt var Carbfix að fara að nota alla höfnin. Þetta voru geymslutankar og risastór skip og þetta er bara í garðinum hjá mér. Þegar þú last þetta aftur yfir og alveg smálitið en samfærist samt ekki að þetta væri góð hugmynd. Alls ekki og eftir því sem ég les þetta meira og kynni mér þetta betur og ég veit að það og við marga þá finnst mér þetta bara arfa vitlaust og mér finnst bara ótrúlegt að okkur skuli vera búið upp á þetta upp í enn dans. Og þetta bara svona eins og sko þegar maður heyrir einmitt stórfyrirtæki sem að koma inn í lítil samfélög og bjóða gull og græna skóa svo höfum við ekki en raunin svo oft önnur en mann finnst eitthvað svo skrítið að það sé Hafnarfjörður einhvern veginn sem þetta litla samfélag. Já, ég held að það sé engin tilviljun að það sé Hafnarfjörður. Þarna svona ákveðin brennipunktur. Það í fyrsta lagi þetta nálægt höfuðborgarsvæðinu sem að sumuleyti hentugt, þarna stjórnsýslan og þarna býr flesta fólkið og með tilskilina menntun og hæfileika til þess að vinna í þessum geira en svo það líka bara landfræðilegi hlutir eins og þarna réttu berglögin sem að taka mjög vel við þessu þarna höfn fyrir og iðnaðar höfn og svo sem lengi staði til að stækka hana og þarna í Hafnarfirði feikilega mikið vatn bæði ofan og sérstaklega neðan jarðar sem hægt að sækja til þess að nýta í þetta og síðast en ekki síst afskaplega hliðhóll bæjarstjórn. Þannig að þetta umverulega hinn fullkomni brennipunktur fyrir akkurat þessa starfsemi. Þannig að bæjarstjórnin raunverulega ekki með þá þessum íbúum sem að mótmæla í liði heldur með þessu fyrirtæki. Það virðist vera svoleiðis, já. Þangað til kannski núna ég held að fulltrúar séu að sjá bara að þetta ekki góð hugmynd, þetta á eftir að kljúfa bæinn, það alltaf fleiri og fleiri sem eru á móti þessu og fólk sem búið að kynna sér þetta vel og þetta ekki bara einhverju svona umhverfisheipar sem að vilja aldrei hrófla við neinu, þetta bara bara íbúar og eins og við vorum að rifja frammi áðan við erum á fundi 2023 þekkjumst ekki neitt erum bæði að hugsa og fleiri auðvitað hversu skrítið og það voru verið að klappa upp og fyrirtæki sat í sófa á sviðinu og svaraði einhverjum spurningum og spurningarna komu frá einhverju svona já-fólki sem að vildi þetta og og svo svo ríkt í manni að rísa ekki upp og skipta sér af, heldur bara já, það gerir það einhver annar það hljóta aðrir en ég að sjá eða við hversu galið þetta og svo sat ég bara í marga mánuði með eitthvað í maganum að því ég var alltaf að leiðin að hafa samband við ykkur, tala við ykkur og svo gerði það einhver annar og þá stökk maður til. En núna þetta bara á Íslandi í dag, þar bara venjulegt fólk í öðrum störfum, drekklaðið með hunda og barnabörn og börn að skipta sér af og það að gerast út allt og ég bara stolt af öllum sem að fara á stað og segja bara hinga og ekki lengra. Það ekki hægt að bjóða upp á svona bull og vitleysu. Þetta náttúrulega magnað upplifun. Ert þú í fyrsta skipti svona að fara allt í einu í lið með umhverfishippum eins og þú segir? Akkurat, algjörlega. Ég bara búin að vera í búðinni, vinnunni og heima hjá mér. Þetta ekki skrítin tilfinning svona að fara einhvern veginn þannig inn í skoða málin út frá svona þessari að vera í andstöðu við bæjarstjórnina? Jú, og samt ekki, þú veist, en einhvern veginn þarf maður bara að fara á stað og nenna og halda áfram og ekki bara hugsa hinir
sjáum þetta, hinir og svo fá kannski frá Carbfix eitthvað, lest þetta aftur, lest þetta betur, nei þú ert að miskilja, þá fer maður bara inn í sófa og eitthvað svona, vá, ég er bara svo vitleysa, ég skil ekki hvað þetta er æðislegt, ég skil ekki að við séum hvað er gott fyrir okkur að bjarga loftslagi heimsins og þannig að þetta er bara að fara að gerast út allt land, Þorlákshöfn, Seyðisfirði, hvar sem er, að Íslendingar eru bara að rísa upp og segja, heyrðu, nei, við ætlum ekki að selja landið, við ætlum ekki að gefa það og við ætlum að búa hérna og við getum ekki verið að afhenda stór skemmt óafturkræfan skaða til barnan okkar og barnabarna. Þannig að, já, þetta er stærra mál heldur en ykkur hégómi og ykkur nenna. Það er einmitt mjög góð punktur, stærð er hérna lykilatriði í þessu. Þetta verkefni frá því að var kynnt fyrst og frá því að það fór svona spyrjast út, þá hefur það stökkbreyst. Og það sem var ræða í upphafi og sennilega það sem að bæjaryfirvöldum var kynnt í upphafi og þeim til varnar, er orðið að einhver allt öðru heldur en þá. Upphaflega var eins og hún kom inn á áðan, verið að hugsa örfáar hólur, sunnan við veginn gengt Reykjanesbrautina, gengt álverinu og svona þessi hugmyndum að fanga CO2 frá íslenskum iðnaði og mögulega álverinu og koma fyrir þarna í jörðu og ég held að þú finnir fáa sem að ekki eru sammála því að við reynum nú að bera ábyrgð á því sem að við losum hérna sem þjóð og koma því fyrir og farga. Það væri í sjálfu sér bara góð ef þetta væri öðruvísi framkvæmt. Já, það er bara ekki það sem er í kynningu. Það er allt annað í kynningu, allt annað og miklu yfirgripsmeira. Nú eru þetta orðnar 10 bortegar með 8 hólum hver upp eftir öllu landinu og langleiðina að Sveifluhálsi. Sneiðir skammt hjá íbúabyggðinni. Þetta er feikilega auðlindafrekt. Það kallar á gríðarlega mikið vatnsmagn, þetta kallar á land, þetta kallar á orku, fyrirtækið er skilgreint sem stórnotandi og þetta kallar á heitt vatn. Það kallar á hafnarmannvirki af stærri gerðinni, þar sem þetta eina fyrirtæki verður 90% notandi. Og við þetta er raunverulega fólk að vakna og gerir eðlilega athugasemdir. Og aftur bæjarvöldum í Hafnarfirði til bóta að þá hafa þeir þó fallist á að þetta verði lagt í íbúakosningu, en það er það eina rétta. Já, þannig að þetta er einmitt, það er svolítið vont þegar að maður kannski fylgist svona stópult með einhverju svona umræðu og missir raunverulega af kannski einhverju stökkbreytingu eða nokkrum stökkbreytingum í svona ferli og þá svo þegar fólk verður að tala um það kannski heitapottinum þá eru sumir að tala um fyrstu tillöguna og eða sem sagt upphaflegu tæknina en hinn að tala um ráðagerðina sem núna er sko. Já, og svo er kannski eitthvað sem að við bara umræða sem við sem þjóð höfum ekki tekið sem er sko hver eru tækifæri og hvert eru hlutverk okkar í alþjóða samhenginu þegar kemur að loftslagsmálunum. Hvað getum við gert? Já, við þurfum að leggja plógin eins og aðra þjóðir. Það ég held að sé engin að draga það í efa. En er þetta málið? Er það að taka við svo mörgum milljónum á ári af CO2 nýta til þess auðlindir og land hér til að dæla því niður til þess raunverulega eins að gera fyrirtækjunum sem er að senda okkur þetta að halda áfram sínu striki frekar en að draga saman við reyna að leita allra leiða til að minnka sína losun og sóun og þá erum við raunverulega bara komin að þessari stóru spurningu það sko er réttlætanlegt að fórna náttúru og auðlundum í þessu tilfelli Hafnarfirði og á Íslandi til þess að bjarga jörðinni og það er einhver rópandi þversögn í því allavega í mínum huga og ég persónulega, mér finnst að við hefum átt að vera búin að taka þessa umræðu svolítið skýrara bara við Íslendingar. Er þetta það sem að við augljóslega getum gert þetta en er þetta það sem við viljum gera og er þetta réttu skrefin fyrir okkur að getum við mögulega gert eitthvað annað og áhrifameira?
og farið leið betur með landið og auðlindirnar. Landið og auðlindirnar, já. En eins og þú segir þessir 3 þættir sjálfbærninar og sjálfbærni hugtækir náttúrulega svo oft tekið úr samhengi og nota bara sem svona eitthvað eitt sko, sem svona sjálfbær þróun, það búið að smætta það svolítið, en þegar það hugmyndin, farið ofan í upphaflegu hugmynd að þetta þrennt þarf að fara saman sko, samfélagsleg sjálfbærni, þar að segja þetta þarf einhvern veginn að virka og virka þá annað til góðs, og svona stór framkvæmd þess að þú ert að lýsa, hún og við notkunum og höfninu, það virkar frekar eins og þetta sé svona ryðji öðru frá og muni sko bara nota raforkuna til dæmis, vatnið og þá önnur kannski náttúru umhverfisvænni fyrirtæki eða sem eru ekkert endilega umhverfisvænni, en allavega þá geta þau ekki líka verið. Þannig að þetta þetta ekki líka það, Íslendingar verðum að gera okkur að við verðum svolítið að velja. Það ekki bæði hægt að selja orkuna til þessara risafyrirtækja sem eru náttúrulega oft á tíðum hlutafélög sem að kannski bera þá ekki ábyrgð í rauninni á nærsamfélaginu eða samfélaginu og náttúrunni, og mjög erfitt að sækja þann rétt eins og sagan sýnir ef eitthvað fer aflega sko. En einhvern veginn það þannig að við kjósum fólk til þess að stjórna bænum og standa vörðum okkar bara nærumhverfi og íbúðahúsnæði, eins og íbúðahúsnæði mitt bara þarna við golfvöllin og ég að fara að fá þessa risastóru höfn í borðstofuna og bara þú veist, ég get ekki ímyndað mér annað að fasteignaverð sé að fara að lækka þarna á svæðinu, og það ekkit sanngjarnt að þetta sé sem sagt fulltrúar sé að sinna sumum en ekki öllum og svo kemur með athugasemdir, það verið rask og hávaði á framkvæmda tímanum sem eru kannski 7 ár og það þarf að setja landfyllingar og sprengja og búkollur, risa bílar að keyra, og þá fær maður bara svo að það verður engin hávaða mengun af þessu. Og þú veist, þetta einhvern veginn svona, þetta bara ekki til lagi og við getum ekki, þú veist, og svo vantreystu við þessu kolefnis björgunar fólki, þú veist, ég meina sagan búin að segja okkur að þetta oft bara hags og það verið að gera eitthvað og fá pening fyrir. Þannig að ég vantreysti þessari Carbfix hugmynd frá upphafi til enda og á sama tíma finnst manni Hellisheiðarvirkjun bara svolítið flott. Þetta svona íslenskt hugvit og við erum svona stolt af, við erum að fara og sýna ferðamönnum en þetta komið svo langt frá því. Þetta bara eitthvað sem að ég hef enga trú á að sé gert til þess að vera gott fyrir umhverfið og eins og þau reikni ekki einu sinni frá upphafsmengunarstaði í Englandi og eða eitthvað staðar að höfninni til þess að flytja þetta til Íslands. Það ekki til skip, það ekki, þú veist, þetta allt svona. Þannig að, mér líst bara illa á þetta og ég vil bara að bæjarstjórn Hafnarfjarðar sé að hugsa alla íbúa og ég líka ágjör að því ef að við förum í kosningu að þá verði einhverjar ákveðin hluti að bæjarbúum sem að þekki þetta og vita út af hvað þetta gengur. Einhverjir geta hugsa bara, vá, það eru miklu peningar, hann ný höfn, jú, segjum bara já. Þannig að við þurfum að halda áfram að tala þetta, halda áfram að láta Hafnfirðinga alla vita út af hvað þetta gengur og bara Íslendinga. Og bara, taka ákvörðun, við erum ekki að flytja inn mengun frá Evrópu, stórið í Evrópu og setja hana niður í garðinn minn. Borhóla kílómeters frá húsinu mínu, pluss höfnin, þetta ekki lagi. Þetta hljóma líka svolítið alltaf eins og að því það nú vitað að við þurfum að losa heimur, við þurfum að svona minnka losun
Og Íslendingar náttúrulega þurfa virkilega að minnka losun. Ég held að við losum bara einna mest í heimi, eða mengum, sem sagt. Svoleiðis að það er eitthvað svona þetta quick fix, svona eins og þetta carb fix svona eins og quick fix, þú veit að ætla bara að halda áfram að menga og neyta svona mikils og virkja bara meira og dæla meira ofan í jörðina, svona. Og þetta finnst mann að vera algjör tímaskekkja, satt best segja, þú veist, þessi hugsunargangur, þannig að þú veist að bæjaryfirvöld skuli ekki einhvern veginn beita sig fyrir því að sjá þetta í stærra samhengi og til framtíðar og leyfa íbúum að njóta vafans. Það er náttúrulega svolítið sárt af því það er einmitt að gerast allt land. Þannig bara hvar er að byrja hérna í þessu að taka stóra myndina? Við höfum trú á nýja bæjarstjórunum. Já, jú, algjörlega. Ég vil ekki segja hagnaðar von Hafnarfjarðarbæjar. Hún byggir fremst á því að fá þessa höfn. Það er gulrótin, svo ég vitni bara í okkar fólk í bænum, að fá þessa nýju höfn með þessum framkvæmdum og þessu verkefni öll saman. Og þá má kannski bara benda á það að eins og ég sagði áðan að alltaf 90% starfsemin á þessar höfn verður bundin við þetta eina fyrirtæki og innkomu og það er í sjálfu sér bara áhættu fjárfesting, ekki neitt annað ef allt byggir raunverulega á einu fyrirtæki og í mínum huga er það ekki ásættanlegt að leggja það á sveitafélagið að taka það að sér. Jafnvel þó allt gengi upp þá er hagnaðurinn eftirsmáður bara þessu höfn, þar segja að öll gjöld, meira eða minna öll gjöld sem að sveitafélagið hefur af þessum rekstri, það rennir í afborganir af þessari höfn. Þetta er ekki að renna í uppbyggingu á skólum eða að laga götur og vegi og bæta bæina neinu öðru leyti. Ég hef bara ekki heyrt neitt kalla eftir þessu í bænum, sko. Ef ég segja bara alveg eins og er. Og er Hafnarfjörður einmitt, sko, það er náttúrulega hægt að auðvelt að höfða til einmitt svona deyjandi samfélaga út á landi eða út heim, sko. Eins og Trump er reyna að höfða til Grænlendinga eða einhverja svona, við skulum koma að bjarga ykkur. Ég hef allavega ekki upplifað sko Hafnarfjörð svona að þyrfti einhvern veginn að stökkva bara og það er annarkvort þetta eða ekkert. Er það ekki svolítið einhver miskilingur eða eitthvað? Kannski kynntu sér þetta ekki nógu vel í upphaf? Nei, eins og ég verið að segja hann, sko, ég held að þetta hafi stökkbreyst og ég held að bærin hafi bara hreinlega mist þetta mála aðeins úr höndunum á sér og vakni svo bara upp í þetta núna og ég er persónulega, sko, ég sagði áðan jákvæð og hlynnt bæjarvöld í Hafnarfirði en ég held að mörguleiti og mörgum hafi snúist hugur þegar það fór að sjá umfangi en ekki síst bara þegar að íbúar fór að gera sinn vilja ljósan að það getur ekki verið annað en að það þurfa að hlusta á þessar raddir. Við skulum ekki gleyma því að þetta er nánast þriðjungur bæjarbúa sem býr þarna megin við lækinn og þetta er gott samfélag þarna hinum megin og bara eðlilegt að hlusta á það. Og það náttúrulega er mikill máttur eins og þú ert að upplifa í samstöðunni. Já. Þar sem að það er ekki bara þú sem ert að kvart yfir að hugsanlega verið einhver læti hjá þér eða sjónmengun eða annað, heldur sko, það er svona samtakamáttur í að kynna sér málinn til lítar og er það ekki? Ég held líka ef ég má, ég held að við losna ákveðin orka úr læðingi þarna sunnan megin við lækinn. Þetta er bæjarhluti sem hefur vaxið alveg óhemju hratt á stuttum tíma og það eru þarna stór hluti af íbúum, ef ekki bara íbúar almennt sem að upplifa sig örlítið afskipta. Það vantar töluvert upp á þjónustu á þessu svæði. Það hefur verið byggt mjög stíft iðnaðar hverfi, má segja ofan í íbúabyggðina og Já, þarna kemur veikipunktur, af því maður hefði ekki upplifað, ég var vísað til þess að hana, ég hefði ekki haldið að íbúar Hafnarfjarðar upplifðu sig sko svo að þeir þyrftu á einhverju slíkri björgun að halda sko, en þarna kemur með það er einhver svona... Nei, ég á kannski meira við sko að
íbúum kannski bara pínlítið nóg boðið. Skilur, við erum hér að taka við hverjum þungað iðnaðinum og öðrum, hérna bara handan við veginn og svo þetta. Og ekki bara þetta, ekki bara 80 borholur með öllu sem að því fylgir, heldur líka að stækka höfnina með tilheyrandi umferð vegna þess að tilstendur reyna að færa umferðina úr miðbænum, minnka hafnastar sem raunverulega í miðbænum, höfnin sem að bærinni kendur við og færa hana þangað upp yfir. Það þýðir auðvitað eitt. Það þýðir það að umferðin færist í Straumsvík og meðan Reykjanesbrautin sker bæinn í tvennt, þá getur það ekki þýtt neitt annað heldur en enn meiri umferð á Reykjanesbrautin. Þegar hann að tala hérna hverfið sunnan Lækjar, þá erum við að tala sem sagt hérna byggðahverfið sem ég í, Holtið, Vellina og Skarðslið. Og þetta bara hvað 10-12.000 manna byggð. Af 30.000 manna sveitafélag. Þannig að þetta bara slatta kjósendum. En sko þegar þið segið að þú veist að tala að þú kannski óttaðist aðeins að núna þegar að verður af þessum íbúafundi sem búið að lofa, sem alltaf stórkostlegt að skipuleggja. Ertu að meina kosningu? Íbúakosningu. Nú íbúakosningu, já, það ekki bara fundur, það íbúakosningu. Já, það hefur búið að staðfesta kosningu. Og fundur örglega. Og fundir væntanlega fyrir huga því að það lítur að vera mjög eðlilegt að kynna máli núna loksins að rækilega fyrir íbúum áður en þeir fá að kjósa. Og þá náttúrulega þetta sama staðan, eins og þú verður að segja, það annars vegar sko kannski bara upplýsingafulltrúar sem sumir segja áróðusfulltrúar einhverja stórfyrirtækja út í heimi sem eru með lögfræðinga, kynningafulltrúa, pólitíkusar hafa náttúrulega líka ef þeir vilja ýmsa kynningafulltrúa og svoleiðis og svo eru það íbúarnir sem verða bara einhvern veginn eins og þú segir bara rísa upp og bara gera þetta í sínum frítíma eða ég vil fá frí í vinnunni til þess að beita sér. Þetta náttúrulega ekki alveg, þetta ekki jafn leikur sko. Nei, nákvæmlega. En það rétt að taka það fram að sko áður en það kemur til íbúakosningar þá þarf að liggja fyrir svokallega álit skipulagsstofnunar á umhverfismati vegna verkefnisins. Það ekki komið en að mér skilst væntanlegt, mögulega jafnvel undir lok þessa mánaðar. Og eins þurfa að nást samningar milli sveitafélagsins og fyrirtækisins rentur. Og þá mögulega verði kosið. Og þá í mínum huga komin upp mjög svolítið sérstök staða sem mér langar aðeins að koma inn á við hann kannski ekki endilega rætt að þetta fyrirtæki í eigu Orkuveitunar, langstærstu leyti í eigu Orkuveitu Reykjavíkur sem svo langstærstu eigu Reykvíkinga ekki satt. Og Carbfix og Kótaterminal í Hafnarfirði er hérna svona vaxtarbrótturinn, þarna vonin og tekjur. Það ekki verið að fara í þetta verkefni vegna þess að það búist við að þetta muni skila miklum hagnaði fyrir Orkuveituna. Og Orkuveituna nú þegar búin að setja mikið af peningum í þetta og borgin líka. Við erum semst komið verkefni sem að hefur verið miklu til kostað og mun á öllum líkindum ef allt gengur eftir skila borginni miklum tekjum í framtíðinni. Orkuveitan er það ekki mjólkurkú borgarinnar á mörgu leyti. En við erum með verkefni sem ræðst á íbúakosningu í Hafnarfirði sem mjög sérstök staða, myndi ég segja. Og ég hef oft velti fyrir mér hvort að það fari bara hreinlega þannig að þetta mál á endanum ráðist í Reykjavík en ekki Hafnarfirði. Hvort að Reykvíkingar taki sér til og fara að ræða loks þetta mál, þennan mikla tilkostnað í þessi áhættu fjárfestingu í Hafnarfirði sem langt í frá óumdeild og að ef að, ég leiði mig bara fullir að það væri kosið í dag þá þetta fellt. Þannig stemmingin í bænum. Hvort þetta sé ásættanlegt, hreint út. En þetta ekki bara mál Hafnfirðinga, þetta svona mál okkar Íslendinga og fyrirtækið líka með plön að mér skilst í Reykjanesbæ, í Helguvík. Þar nú menn ennþá að sleikja sárin eftir United Silicon og ég bara ímynda mér að þar sé viðkvæmt andrúmsloft fyrir hvers konar hugmyndum þar. En byrju, fyrirtækið stærstu hluta í eigu hluta Orkuveitunar, en hverjir eru hinir hlutarnir? Ekki líka sko
þetta ekki líka einhverjir sem tengjast, svona aðeins búin að gleyma, ég las mig til þetta, svona erlendir Jú, Háskóli Íslands er hluti af þessu, Íslands, og einhverju fleiri. En sko, það sé á við það að plönin eru í Hafnarfirði og það eru plön út á Reykjanesi í Helguvík og það eru hugmyndir í Þorlákshöfn. Ég veit ekki hvað þessi mál eru komin langt. En þetta eru nú 2 önnur mjög dýnamísk samfélög og mikil vinna hjá fyrirtækinu, held ég, að sannfæra almenning á Íslandi mikilvæg ágæti fyrirtækisins og starfseminnar og að það sé ekkert að óttast, ekki fyrir auðlindirnar okkar, ekki fyrir En þeim hefur ekki tekist það? Nei, þeir eru búin að vera að því núna bara í langan tíma, fund og eftir fund og alltaf breytist þetta á milli funda og verður stærra og ógnvænlegra. Þeim hefur ekki tekist að samfara íbúa. Hafnarfjarðarbær hefur ekki verið með fund með sínum íbúum til þess að ræði þessi mál. Og það er það sem vantar. Ég hef ekki, ég hef nú kannski gert það, en ég var ekkert spennt fyrir þessum fundi sem að Carbfix var að segja okkur hvað þetta væri æðislegt. Og túrista, þú veist, eitthvað svona miðstöð, menningarmiðstöð fyrir túrista til að koma og sýna þeim hvað við varum æðisleg. Ég myndi bara ekki vilja láta neitt vita í útlöndum ef við varum að flytja inn einhverja mengun og dælinni niður í landið okkar. Þannig að þeim hefur ekki tekist það. Þeim hefur ekki tekist að samfara og eftir sem við skoðum þetta meira og eftir sem fleiri koma inn með gögn og umræður og pælingar, þetta bara nóg að gerast á þessum bæði í vinnuhópnum og svo á mótmælasíðunni að því mér meira að því mér líst mér vera á þetta og það er aldrei hægt að samfara mig að þetta sé eitthvað gott eða við séum að fara að græða eitthvað á þessu, bara aldrei. En það var spurningar mitt eins og segja hvort að Reykvíkingar telli sig græða svo mikið á því að það kom upp svona andstæða milli Reykvíkinga og Hafnfirðinga. Það væri nú ekki alveg sem að við myndum þurfa að halda sko. Það eru bara gríðalegir hagsmunir bundnir í þessu verkefni fyrir Reykvíkinga. Nei, en sko þá erum við komin út í það ekki að svona ef að loftslags aðgerðir Íslendinga eiga að vera það áhættu samar einhvern veginn og á það gráu svæði að einhver sem megin við lækin græða á því og hinn eiginlega... Já, þá eru komin líka þessum samfélagslega hluta sjálfbærninnar, sko. Akkurat, já. Þá það tekið á sabati, sko. Því þá erum við bara sem samfélag og náttúrulega hlýtur að vera eins og núna þegar ný ríkisstjórn þá hugsa man bara hvenar verður hún þessi grundvallar samræða orkustefnuna, sjálfbærnistefnuna, svona þetta sem var talað fyrir svo mörgum árum að þetta mér heyrist nú bara ný ráðherra orkumála sé nú bara búin að hefja þá umræðu sko, verður ekki hægt að segja annað og hann ætlar að gera meira og betur heldur en fyrir ennari sinn. Já, sem betur fer. Þannig við bara höldum áfram að Já, það sem betur fer. Þú sagði það. Já, ég sagði sem betur fyrir að opna umræðina allavega. En hvernig hún opnuð, ég get alveg líka, ég get alveg farið ofan í saumana því, sko, það var ekki allt jafn gott, sko. Til dæmis að ætla bara halda áfram orkuöflun á þess að spyrja sig mikið út í það. Já, nákvæmlega. Og bara, vindmyllugarðar, mér finnst þetta allt bara stórskrítið að við á Íslandi þurfum að vera og ætlum að fara þessa leið. Það er svolítið skrítið að við séum komin þannig að þessi komin öll þessi áform og náttúrulega eins og gerist í Helguvík líka og þannig að svo þá séu þeir sem eru með rök á mótrök séu látnir finna fyrir því og upplifa sig jafnvel að þeir séu að skemma einhverja gríðarlega framþróun sem eða stoppa eitthvað ferli sem er nú þegar farið af stað. Afturhaldsekkir og ekki búin að kynna sér þetta nóg vel. Það er svolítið þannig. Og svo líka væri náttúrulega alltaf gott í svona ekki umræða að fá eitthvað valkost, til dæmis hvað gætu bæjaryfirvöld boðið upp á annað? Já, sko, ef að bæjaryfirvöldum
ef að þau ætla sér það sem þau segja að vera leiðandi í loftslagsmálum á Íslandi. Heilsubærin Hafnarfjörður og að þetta verkefni eigi einhvern veginn að hjálpa okkur við það að vera leiðandi í loftslagsaðgerðum. Ef okkur væri fúlasta alvara með því, þá ættum við auðvitað að setja bara kannski 150 milljónir af þessum 15 milljörðum sem að mögulega fara í höfnina í uppgræðslu á landin okkar, bæjarlandin okkar. Við erum til dæmis rík Hafnarfjörður á landi. Við eigum til að mynda bara votlendi sem mjög fágætt á Reykjanesi. Við getum endurheimt það getur verið framlagið okkar. Við getum farið í alvöru uppgræðsluaðgerðir í landinu okkar, en það er meirinn að segja að fá 15.000 kall fyrir áburðarpoka þangað upp til. Og í því felst þessi þversögn sem ég kannski byrjaði á að tala. Hvernig peningarnir í loftslagsaðgerðir er ekki að fara réttan stað í mínum huga. Þú ræðist útskýrsta 15.000 kallinn í áburðarpokan? Jú, það sé átti við það að við Hafnfirðingar, við erum tilbúin til að setja 15 milljarða mögulega í höfnina og það er áætlað að verðið á henni geti verið á bilinu 9 til 14-15 milljarðar eftir því hversu stórt verkefni verður farið. En þannig eru áætlanirnar, þetta eru tölurnar sem eru nefndar. En á sama tíma erum við ekki tilbúin til að setja krónu að mér finnst í raunverulegar loftslagsaðgerðir sem eru vernd og endurheimt vistkerfa í Hafnarfirði. Losun frá landi er lang stæðsti losunarþáttur Íslands. Land sem er rofið, eyðimörk, hún bindur ekki og land sem er að rofna, það er að losa. Og það auðvitað á þetta sem við ættum að vera að horfa ef við ætlum okkur að vera leiðandi í loftslagsmálum, þar að segja. En ef við ætlum að vera leiðandi í business með loftslag, þá er auðvitað Carbfix sniðut. Já, og þessi svona kaþólska business móti að svona, vera þeir sem að hvað heitir það? Borga afláts, selja aflátsbyrjum. Já. En já, þannig að það þarf virkilega á þessum áður en þessar kosningar fara fram, þá þyrftu einhverjir að leika sér að því að reikna út að dæmi og einhvern veginn sína fram á það. Hvað þetta er absúrt og það er valkost, þannig að maður sjá, ég held að það sé okkur oft svo hjálplegt að einhvern veginn þetta stúist ekki bara ertu með að móti þessu fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis, heldur svona sjábítunum við ég er með á móti líka í ljósi einhvers annar sem væri hugsanlega hægt að gera þá eins og þú segir, það væri hægt að taka þessa peninga, nota á annan hátt og spurja sig kannski þá líka. Já, ég held líka, og það er kannski líka sem við erum svo sem ræddum inn í upphafi, fólk hefur ansi margar ástæður til þess að mótmæla. Ég bara get ekki einu sinni talið þær allar upp og svo er bara kannski ein sem að er kannski sjaldan nefnd en það er bara þessi eðlilega hugmyndum ég kæri mig bara ekki þetta. Ég kæri mig ekki þetta við húsið mitt. Ekki frekar eins og margir hlutir sem við lendum í að eru einhvern veginn í umhverju okkar og stundum eru við bara með réttu og stundum ekki. Eins og græna skrifstu, Breiðholti, græna skrifstu þarna. Þessi óútskýrðu tilfinning í bara viljið ekki. Og við erum heldur ekki neinu rétti til þess að hrekja þau tilfinningalegu rök. Og svo eru það allir rökin eins og segir sjálfbarni rökin og hagfræðilegu. Nei og líka bara, eins og bara svo ég komi nú inn á fasteignaverð er mörgum hugleikið. Fasteignaverð á milli ára lækkaði örlítið á völlunum sem að maður má ekki svo sem tala maður má ekki beina athyglinni að því að einhver geti ekki losnað við eignina sína þar en ég veit aldrei til þess að fasteignaverð á milli ára hafi lækkað og í mínu hverfi er að vera að skiptum eigendur það er verið að selja og nýir að koma og það er kannski ungt fólk á 30-aldri sem er að leggja alleigun í að kaupa sér hús og veit kannski ekki einu sinni af þessu þessum hugmyndum. Það verður sniður ekki þér bara að vera ekki að koma hinga og ræðuvendi heldur bara að skella þinni eigna og... Já, algjörlega. Þannig gerir fólk. Já. Það er bara svoleiðis. Og svona á ekki að reka bæjarfélag, það á ekki að koma mann í þessa stöðu. Nei og þarna verður náttúrulega ekki, þetta er ekki gott einmitt líka bara stemningin í einu bæjarfélagi kannski sem að... Og svo kom ég líka óvart, hvað
það er flókið að ná að láta alla fylgjast með og láta fólk vita og kynna sér. Einhvern veginn, við vorum búin að vera að tala þetta og með þessa Facebook síðu og Davíð var búin að skrifa einhverja greinar og fleiri og ég held að allir í Hafnarfirði vissu eitthvað þetta. Svo byrjaði maður í sumar að rekast á fólk sem hvað er þetta að tala Þannig að mér finnst það alltaf svo furðulegt. Já. Að þetta fólk sem les ekki fréttir og veit ekki og ég hef ágjör af þessu fólki sem segir bara já, er ekki peningar í þessu. Þannig að við þurfum að halda áfram að tala þetta. En þetta er líka kannski bara svolítið vandi stjórnsýslunar og allavega í Hafnarfirði að svona upplýsingastreymi, gegnsæi, ákvörðunartöku og umræðu er bara ekki til staðar. Það er erfitt að nálgast fundagerðir og í þeim er svo oftast lítið að hafa. Þannig að það hefur verið mjög erfitt og snúið að fylgjast með framgangu þessar máls. Í ofanálega hvíli leynd yfir vissum þáttum þessara starfsemi samkvæmt lögum. Þannig að það er svona ýmislegt sem er þess valdandi að við vitum miklu minna heldur en við vildum. Og þannig umhverfi er náttúrulega bara líka líklega til þess að ala á einhvers konar tortryggni. Kannski óþarfa tortryggni, en meðan ekki gert betur. Aðgengi á gögnum er ekki betra og við erum ekki hvött til þess að lesa þau og kynna okkur þau. Þá er eiginlega ekki við öðru að búast heldur en því sem gerist í Hafnarfirði. En reynsla sín náttúrulega ef að stóriðjustefnan, þetta virkar hún bara eins og áframhald stóriðjustefnu og við náttúrulega erum dálítið brend af því þegar upplýsingarnar loksins komu fram raforkuverð og skattana sem ekki voru borgaðir og svona ýmislegt að þá er ekkert skrítið að menn spyrji sig. En við verðum að halda áfram umræðunni. Takk fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu í dag. Davíð Arnar Stefánsson og Björg Helga Geirsdóttir, þeir eru bæði íbúar í Hafnarfirði og jafnvel bara mótmælendur og jafnvel orðinni bara hver veitum að þú verður bara atvinnu mótmælandi. Algjörlega. En starfar núna sem leikskólastjóri í Garðabæ og þú ert sérfræðingur hjá Land og skógi á sviði sjálfbærni. Kæra þakkir fyrir og bara ég ætla að halda allavega áfram að fylgjast með þessu hérna á samstöðunni. Takk fyrir og hlustendum áhorfendum þökkum við fyrir að vera með okkur í þessari umræðu og Pétur Fjölsteð þakka ég fyrir að senda hana yfir til ykkar. Við höldum áfram eftir smástund eftir 5 mínútur. Takk. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.